Jæja, kæru vinir, velkomnir. Það er góður gestur hjá okkur í dag, Magnús Gottfriðsson, sem ætlar að segja okkur frá átaki gegn hepatitis C. Hvort að það verði þannig í framtíðinni að hepatitis C verði eitthvað sem við notum til þess að hræða læknanema með í skammtíðinni eins og sullurinn er í dag. Gjörðu svo vel, Magnús. Takk. Já, ég vil þakka fyrir þetta góða boð að koma hingað og ræða þetta ánægjulega verkefni sem ég hef verið þátttakandi í. Það farið eiginlega 2 ár, en verkefnið sjálf fór á stað fyrir réttu ári síðan, réttu rúmu ári. Og að því koma sjálfsögðu afskaplega margir öflugir fagaðilar. Sá sem hefur leitt verkefnið er Sigurður Ólafsson, meltingalæknir á Landspítalanum. Og auk hans hafa tekið þátt smitsjúkdómalæknar, læknar á Vogi, hjúkrunarfræðingar hafa verið mjög mikilvægir í að halda utan þetta verkefni með okkur. Og það hefur verið ráðinn sérstakur verkefnisstjóri og þáttaka allra þessa aðila hefur verið gríðarlega mikilvæg. Ekki sem minnst síðan á samvinnu við sóttvarnalækni og apótek spítalans og svo framvegis. Þannig að vona að þið gangið ekki af þessum fundi haldandi það að þetta sé einsmanns verk. En titillinn sem að ég er með hérna er draumur eða veruleiki og ástæðan fyrir því er sú að eins og þið þekkið að þá hefur lifrarbólga C verið svona erfiður kvilli að eiga við. Jú, það hefur verið vissulega hægt að bjóða fólk upp á meðferð en sú meðferð hefur verið erfið, bæði hefur hún reynst mörgum þungbær vegna aukaverkana og síðan hefur árangurinn ekkert verið sérstaklega mikill. Það hafa hins vegar orðið gríðarlega framfarir í þróun nýrra lyfja á síðustu árum og meðferðin hefur skilað 90–95% lækningahlutfalli hjá þeim sem hafa lokið meðferðinni og við það hafa opnast algjörlega nýjar dyr fyrir sjúklinga og möguleikar á því reynilega að lækka verulega nýgengi sjúkdómsins og sumir eru farnir að tala svo digurbarkalega, þeir tala möguleika á því að nánast að útrýma sjúkdómnum. Það er nú kannski ekki alveg hægt að taka svo stórt upp í sig en við skulum aðeins líta á forsöguna. Hvað er meðferð sem forvörn eða treatment as prevention? Það er hugtak sem var varpað fram árið 2011 og reyndar kannski aðeins fyrr þegar menn fóru að velta fyrir sér hvort að hægt væri að draga úr nýgengi HIV-smits meðal þeirra sem voru í kynferðislegu sambandi, kannski hjóna eða maka, þar sem að annar aðilinn var smitaður og hinn ekki og á þeim tíma var ekki mælt með því að setja hinn HIV-smitaða á meðferð fyrir að ónæmiskerfið væri orðið býsna svona ónæmisbæling væri gengið nokkuð langt og þess vegna var auðvitað alltaf ákveðin hægt á því að jafnvel einkennalaus en HIV-smitaður einstaklingur geti smitað sinn partner og einhvern veginn finnst manni þetta í dag svona hálf fjarstæðukennt að meðhöndla ekki fólk strax en á þessum tíma var hreinlega mælt með því að bíða þar til að hjálparfrumutalning væri komið niður að ákveðnu gildi sem að 350 og þessir ákveðnu aðilar ákváðu að skoða það hvort að hægt var að draga úr smithættu með því að meðhöndla fólk sem var algjörlega einkennalaust og nýgreint og draga úr smithættu yfir til makans. Og til að gera langa sögu stutta þá var svarið já, rannsókninni lauk fyrr heldur en menn höfðu gert ráð fyrir og með því að meðhöndla fólk snemma að þá var hægt að draga úr líkum á smiti til þeirra sem að þeir áttu í kynferðislegum samskiptum við. Og þetta var útnefnt sem vísindalegt afrek ársins af Science tímaritinu, Breakthrough of the Year, Treatment as Prevention. Og menn hafa síðan ekki litið öxl síðan. Það er algjörlega viðtekið í dag að það beri að meðhöndla og mæla með meðferð leið og fólk greinist með HIV og það hefur bæði jákvæðar afleiðingar fyrir sjúklinginn en það hefur líka mjög mikilvægar og jákvæðar afleiðingar fyrir samfélagið í heild. Þannig
hægt að draga úr umfangi vandans í þjóðfélaginu. Og þess vegna fóru menn jafnvel að tala digurbarkalega það hvort að það væri jafnvel hægt að bara draga svo mikið úr smiti á HIVF að AIDS myndi heyra sögunni til, eins og við sjáum hérna forsíðu Economist. Þannig að þetta breytti þankagangi manna. En hvað þá með aðra sjúkdóma eins og lifrarbólgu C? Nú almennt séð getum við ekki útrýmt sjúkdómum nema við getum greint þá tiltölulega einfaldan hátt og rakið smitleiðir. Við getum ekki útrýmt sjúkdómum sem með aðra hýsla heldur en menn. Það er nokkuð klárt mál. Oftast höfum við miðað við það að við útrýmingu smitsjúkdóma þá sé nauðsynlegt að vera með bóluefni. Það gildir ekki í tilviki lifrarbólgu C, en við erum eins og núna komin með öflug lyf eins og við ætlum að fara aðeins betur yfir hér á eftir. Nú, það hefur oft verið talað það að það hafi þessi forsenda að menn hafi sýnt fram á árangur. Það sé ykkur fordæmi eða átaksverkefni. Það er raun og veru ekki heldur reyndin í tilviki lifrarbólgu C og það má segja að við séum í þessu hlutverki hér á Íslandi. Það er raun og veru enginn komin lengra heldur en við í að pröfukera þessa hugmynd hér. Hvort að það sé mögulegt að draga svo mjög úr nýtingu sjúkdómsins með því að nota ekki bólusetningu heldur lyfjameðferð. Og síðan þarf alltaf kostnaðurinn að vera viðræðanlegur og helst minni heldur en vegna sjúkdómsins og afleiðinga hans. Og síðan eru tölfræðileg spálíkön sem að menn byggja til þess að reyna að sjá fyrir hverju þróunin verður og almenningur og stjórnvöld þurfa þetta að standa með þeim sem að vinna þessa vinnu og keyra verkefnið áfram. Og það hefur því miður stundum verið mikill misbrestur á því. Til dæmis ef við að ræða mikið vantraust í garð stjórnvalda. Og það er ákveðnir jaðarhópar kannski, segjum fangar, fólk sem er í mikilli fíkniefnaneyslu sem að vantreystir stjórnvöldum og þiggur ekkert sem frá þeim kemur. Þannig að alls konar svona hlutir geta eyðilagt verkefni af þessum toga. En hér á Íslandi þá búum við svo vel að í raun og veru klikkuðu í öll þessi box. Og þess vegna vaknaði þessi hugmynd mögulegt að ef við fáum stuðning til þess að bjóða fólki meðferð sem hefur kannski smitast tiltölulega nýlega, ekki komið með neðan sérstaka fylgikvilla, að við getum dregið verulega úr útbreiðslu sjúkdómsins og þannig unnið okkur í haginn, dregið úr komplikasjónum í framtíðinni, lifrarfrumukrabbameini, skorpulifur og öllum þeim fylgikvillum sem að fylgja. Hver er staðan í heiminum í dag? Þetta er úr grein sem mun birtast í Lancet núna í næsta mánuði. Þannig að þið fáið hérna bara alveg heitustu fréttirnar, þetta er ekki einu sinni komið á netið. En þetta er sem sagt risastórt samstarfsverkefni frá Polaris hópnum svokallaða sem að er að reyna að átta sig á faraldsvæði lifrarbólgu C á heimsvísu. Og það talið að rúmlega 70 milljónir jarðarbúa séu með HCV víremíu, sem sagt séu með smit og virkt smit og með veiruna í blóði. Það er lítillega lægra heldur en áður var talið. Og í þessari stúdíu þá hefur farið yfir í raun og veru nánast öll gögn frá öllum þjóðum sem á annað borð hafa rannsakað smitsjúkdóminn. Og ég klippti þetta út úr einni töflunni, það eru langar töflur með í raun og veru löndum víða veröld. Og eins og þið sjáum hér að þá er Ísland þarna fyrir miðju og þið sjáum að prevalensin eða algengi þeirra sem eru með veiruna í blóði, PCR jákvæðir, ekki bara með mótefni, heldur með veiruna greinanlega, er 0,3% af því talið og heildarfjöldi smitara sem sýndur í þúsundum hér er 1000. Þannig að við teljum að það séu um það bil 1000 manns hérna á Íslandi sem eru með virka sýkingu. Hér hægra megin má síðan sjá skiptingu eftir arfgerðum veirunar, eins og þið kannski vitið að þá eru til mismunandi arfgerðir af lifrarbólgu C, allt frá 1 og upp í 6. Og eins og þið sjáum hér á Íslandi að þá er skiptingin nokkurn veginn á milli tveggja gerða, það er þessar arfgerð 1A og þessar arfgerð 3. Nánast til helminga og síðan eru örfáir einstaklingar sem eru með aðrar arfgerðir. Þið sjáum að þetta er alls ekkert endilega þannig allstaðar. Og þetta hefur þýðingu fyrir meðferð vegna þess að fram að þessu þá hafa þessar mismunandi arfgerðir verið misvel næmar fyrir þeim lyfjum sem við bjóðum upp á.
Já. Þannig prevalens fjöldi nýra. Prevalens algengi. Nýgengi incidence. Þannig að þú ert að rugla þessu saman. Þetta kort sem að sýnir síðan útbreiðsluna með litakóða og tekið úr sömu rannsókn. Og þið sjáu að græni liturinn sýnir tiltölulega lágt algengi, 0,0 til 0,6% og við erum þar og þar Vestur-Evrópa að mestu leyti. Þannig að þið sjáu að það margir aðrir sem ekki jafn heppnir og sérstaklega í Austur-Evrópu eins og þið sjáu hérna í Úkraínu og í Rússlandi og Egyptalandi sérstaklega, þar sem hæsta algengi lifrarbólgu C á heimsvísu. Og þannig að það alveg risavaxið vandamál að reyna að tækla þetta og þetta mjög snúið að hafa upp á öllum þeim sem eru smitaðir. Spurning? Já. Það engar upplýsingar á Bandaríkjunum og ekki á Spáni og Portúgal. Já, hvítilifur. Já, það kringum 1% þar. Þannig að það í raun og veru þrefalt algengara heldur hjá okkur. Þannig að algengið hjá okkur svona í lægri kantinum, getum við sagt. Við erum tiltölulega heppin. Og okkur finnist nóg að vera með 1000 manns. Þetta kort sýnir síðan umfang vandans. Þið sjáu þessi skífuritt sem að stærð þeirra í réttu hlutfalli við fjölda smitaðra og síðan kökurnar og liturinn á sleðanum að hann endurspeglar arfgerðirnar sem ég var að tala hérna áðan. Og þið sjáu að það mismunandi arfgerðir. Það 3 algjörlega yfirgnæfandi, í Vestur-Evrópu það 1 og 3 í minnihluta, hjá okkur á Íslandi snýst aðeins við eins og ég sagði áðan, það 3 sem algengust og svo framvegis. Og þetta áhugavert og hefur verið hápraktískt fram að þessu vegna þess eins og ég sagði, meðferðin svarar misvel meðferð, veirurnar svarar misvel meðferð eftir því hvaða stofnir á ferðinni eða arfgerð. En fer kannski að skipta minna máli eftir því sem fram í sækir. Og hvað það sem hefur gerst? Það sem hefur gerst á undanförnum árum það að gamla meðferðin sem samanstóð af ríbavírinni og interferóni, langvirku interferóni sem sjúklingar sprautuðu sig með undir húð. Og hún hefur í raun og veru orðið úrelt og nýir lyfjaflokkar hafa komið til skjalana. Sumir þeirra hafa haft miklar aukaverkanir í för með sér. Aðrir hafa þolast betur og menn hafa síðan betrumbætt þessi lyf, talað kynslóðir í því samhengi og þið sjáu að þennan litakóða til einföldunar að það eru hemlar sem virka á mismunandi ensím í veirunni, annars ég vil fara í smáatriðin þar og þið sjáu að prótesahemlarnir, sérstaklega þeir fyrstu, voru alveg skelfilegir. Það til betri útgáfur af þeim, við færum okkur hægra megin eftir töflunni. Síðan komum við að NS5A sem ákveðið ensím í veirunni, NS5B og mismunandi típur af þeim. Og þið sjáu hérna að það nú meira af grænu og gulu í NS5A og NS5B flokknum. Og það eru lyf sem hafa verið að slá í gegn og hafa þolast vel og skilað góðum árangri. Og það sem kannski hægt að bjóða þá upp á í dag eru lyf sem eru samsett. Það sem sagt lyf af flokki NS5A flokkara og NS5B flokkara, lyf sem þolast vel og þeir eru slegið saman í eina töflu, bara ein tafla einu svona dag og það lyfið sem heitir Harvoni. Og þið hafið kannski heyrt talað þetta. Þetta lyf sem hefur skilað gríðarlega góðum árangri en leið verið umdeilt, sérstaklega vegna þess að það hefur verið gríðarlega dýrt og margir hafa tekið ákvörðun það hreinlega nota ekki þetta lyf vegna þess að kostnaðurinn hamlandi. Síðan hafa bæst við nýrri útgáfur af þessu, þar sem að menn hafa haldið sig við sama NS5B blokkaran sem sófosbúvir, en breyttum NS5A farið úr letirtasvír yfir í velpatasvír og þetta lyf sem var verið að skrá bara síðastliðið haust, það heitir Epclusa og ennþá öflugra heldur en Harvoni. Og þetta lyfið sem við erum að nota í dag. Harvoni lyfið sem við byrjuðum að nota í janúar 2016 og notuðum fram til október og síðan skiptum við alferðið yfir í Epclusa í október-nóvember.
Og hvers vegna eru menn ekki bara tilbúinir til að taka þessum lyfjum öllum þegis hendi? Jú, ástæðan kostnaður. Í Bandaríkjunum kostar algeng meðferð, það að segja þá 10 til 12 vikna meðferð með Harvoni $94.000. Verðið hefur heldur verið að lækka og Epclusa sem kom á markaðinn mitt síðasta ár, það kostar $75.000. En þetta samt sem áður 10 milljónir. Meðferð eins sjúklings kostar 10 til 12 milljónir og ef við erum að tala lengri meðferð, að þá getum við bara reiknað það út. Hún bara í réttu hlutfalli við meðferðar lengdin. Og við erum að tala hér að við séum með 1000 manns á Íslandi, það ekki flókið að reikna það út, eða 10 milljónir á mann og það 1000 manns, það eru bara 10 milljarðar, takk fyrir. Eingöngu lyfjakostnaður með þessi lyf. Stendur það til boða? Við höfum verið að ræða hér að við séum á miklir eftirbátar Norðurlandana, hvað varðar notkun og upptöku nýrra lyfja. Ég held ekki. Fólk hefur verið að fara í mál við stjórnvöld út af þessu, fólk sem hefur smitast á heilbrigðisstofnunum og hefur tapað málinu. Þannig að við vorum öll mjög hugsi yfir þessu og náttúrulega töldum að það væri ólíklegt að við næðum miklum árangri í baráttunni við þennan sjúkdóm ef við þyrftum að bíða eftir því að hver einstaklingsbundin umsókn með ítarlegum rökstuðningi og tilheyrandi fundahöldum tekin fyrir á fundum og afgreiða eftir hendinni, það myndi taka mörg ár eða áratugi. Okkur myndi ekki endast aldurinn til þess eða endast ævin til þess. Og þetta það sem aðrir hafa verið að gera. Menn hafa verið að reikna sig til niðurstöðu. Hvað þurfum við að gera til að ná að hafa áhrif á umfang faraldursins og útbreiðslu sýkingarinnar? Og þá sérstaklega til dæmis meðal fíkla, því að við vitum að þeir sem að sprautast með fíkniefnum, það eru oftast þeir sem að viðhalda þessum faraldri. Það eru þeir sem að smita mest út frá sér og síðan auðvitað aðrar smitleiðir, en þetta kannski það sem að skiptir mestu máli í heildarsamhenginu. Og það eru stærðfræðingar og faraldsfræðingar sem hafa lagst yfir þessi gögn og reynt að átta sig á því, hvað þurfum við að setja mikinn aukakraft í það? Hversu marga þurfum við að meðhöndla til viðbótar núna frá því sem að verið hefur til þess að ná einhverjum raunverulegum árangri, til að lækka nýtingu. Og ef við erum að tala borgir þar sem að þeir sem hafa sprautast með fíkniefnum í æð, þar sem að algengi veirunnar í kringum 65%, þar sem 65% af fíklum eru með veiruna í sér og við erum hérna á milli, Melbourne og Vancouver, hvað það varðar. Þá þurfa menn að fara upp í það að meðhöndla frá á byrjunni 54 upp í 100 sprautufíkla per 1000 per ár til þess að ná að lækka algengið 75% og það mun taka 15 ár. Þetta þá verkefni sem að myndi taka fram til ársins 2032 og þá væri mögulega búin að lækka algengið 75%. Með því að auka svona mikið, bæta svona miklu við núverandi meðferð. Því að þessi hópur hefur í raun og veru ekki verið að fá neina meðferð. Kannski 1, 2 per 1000, eitthvað svoleiðis. Það hefur bara ekki tíðkast að vera meðhöndla mikið fólk sem í virkni. Og tímasvegna held ég sleppi þessu, en þetta í raun og veru bara angi af sama meiði. Þetta sýnir bara það að ef við reynum að halda áfram að sömu braut og við höfum farið hingað til, að það mun að taka mjög langan tíma að hafa einhver mælanlega áhrif á útbreiðslu lýðrabólgu C. Það eru stöðugt að bæta stöðugt við nýir og þetta mun svona rétt duga til þess að viðhalda óbreyttu ástandi, má segja. Og þetta svona kannski aðeins þess að hjálpa okkur til að hugsa vandamálið. Ef við sýnum skematískt alla sjúklingarna sem eru 100%, og eins og hefur tíðkast fram með þessu að þeir eru kannski að meðhöndla 10%, þeir eru ekki taldir vera tækir í meðferð, of miklar aukaverkanir, alls konar frábendingar, þeir detta út úr eftirliti, hætta að sinna þessu og þá eru við komin aftur á 0 punkt og svo svörunin ekki kannski meira en 50%. Þannig að þá getum við reiknað það út. Við erum með þarna 1000 manns, við meðhöndlum kannski 100, allir hinir koma varla til greina eða detta út úr meðferð, við erum með aukaverkanir og svo framvegis, þolar ekki.
og 50% af þeim læknast, ok, það eru 5%. Hvaða áhrif hefur það? Ef við erum með 90% svörun, en samt sem áður ekki nema 10% af hópnum sem kemur til greina eða þolir meðferðina, það verður ekki upp í nema 9%. Það breytir ekki miklu. Þannig að það er nokkuð augljóst að það sem við þurfum að gera hér er að við þurfum að taka fleiri í meðferð ef við viljum hafa einhver raunveruleg áhrif á útbreiðslu faraldursins. Og það er þar sem að vandinn liggur. Við þurfum að auka aðgengi og við þurfum að halda fólki í eftirliti. Og er það hægt? Það getur verið býsna snúið, sérstaklega þegar að ræða fíkla. Þeir eru auðvitað haldnir sínum fíklsjúkdómi sem að hefur í för með sér góð og slæm tímabil. Fólk fellur, þau missir tökin, missir stjórn á neyslu og það þarf ekki meira til heldur en kannski 1-2 helgar þar sem að fólk er í sameiginlegu teiti eða partí þar sem að fólk er að deila nálum. Og við það getur þetta sprungið algjörlega út og við sjáum hérna, þetta eru myndir frá Margréti Helveg í Ástralíu sem eru rannsókn mikið svona tengslanet og smitleiðir innan hópa þeirra sem hafa notað fíkniefni í hæð. Og spurningin er hvernig getum við náð til þeirra og hvernig getum við notað þá sem ambassadóra að sendiherra fyrir verkefni af þessu tagi. Við þurfum að mæla fyrir því að þeir láti þetta berast, að það sé komin lækning. Við þurfum að reyna að vinna traust þeirra, við þurfum að reyna að fá þá til meðferðar og við þurfum að reyna að halda þeim í meðferð. Það er þess sem að þau tala bring your friends. Þegar við erum búin að kynna þetta verkefni, þá þurfum við að segja, væru til í að segja við þá sem að þú hefur deilt nálum með eða þú telur að hafi mögulega verið útsettur að koma og láta tékka á sér. Ég held að þessu öllu sagðu að þá sé eðlilegt að menn spyrji sig, ok, er mögulegt að við getum gert hlutina öðruvísi á Íslandi? Svo ég sagði hérna áðan að það eru margir af okkar bestu nágrönnum hérna sem hafa skammtað þessi lyf úr nefa. Okkur var ekki mikið ágengt að fá samþykki heilbrigðisyfirvalda fyrir notkun lyfjanna í jafnvel tiltölulega veikum einstaklingum þar síðasta ári. Gætum við reynt að snúa þessu dæmi við? Getum við reynt að sannfæra einhverja að það sé fýsilegt að tækla þetta vandamál með allt öðrum hætti og setja miklu meiri kraft í það? Á Íslandi eru þetta góðar skrár lifrarbólgu C og marga aðra sjúkdóma. Það er almennt góð klínisk þjónusta og eldmóður hérna í heilbrigðisstarfsfólki sem er almennt séð vel menntað. Íslendingar eru almennt séð fordóma litlir gagnvart fíknisjúkdómum. Þeir bara reyna að nálgast vandamálið og taka á því. Og umfang þessa vanda er minni heldur en í mörgum öðrum löndum. Og við búum jú á eyju. Við erum með eina samræmda skrá fyrir lifrarbólgu C og almenningur er almennt jákvæður fyrir meðferð af þessum toga. Það er auðveldara að auka umfang þjónustunnar á tiltölulega skömmum tíma vegna þess að það er fólk hérna sem er til í að leggja það á sig. Og þess vegna var þeirri hugmynd varpað fram gagnvart lyfjaframleiðendunum hvort það væri ekki eðlilegt að láta það reyna, hvort að þessi hugmynd væri framkvæmanleg. Að ef þau létu þetta lyf í endurgjaldslaust, það var hægt að nota þetta sem einhver svona módel eða proof of principle, má segja, að það væri hægt að ná góðum árangri og við þyrftum ekki að bíða í 15 til 20 ár eftir því. Og þetta er úr reyndar óbirtu handriti þar sem að við höfum verið að velta fyrir okkur hvernig ferillinn gæti litið út. Þetta er sem sagt nýgengi á uppsölunásnum og ár hérna og eftir ákjörn meðferðar og eftir því hversu vel myndi ganga og við erum með mismunandi svona forsendur hérna sem ég hef kannski ekki alveg tíma til að fara í smáatriðum en í stuttu máli er ákjörðin meiri eftir því sem við færum okkur hérna neðar og hérna er mesta ákjörðin þar sem við saman fer bæði aukið umfang prófana og aukið bætt aðgengi að meðferð og með góðri meðferðarsvörum. Og þá sjáum við hérna að við erum komin niður í 20% nýgengi af því sem við höfum verið vön hingað til rétt eftir árið 2022.
sem er það bil 10 árum á undan markmiðum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Þannig að við teljum að við höfum nokkuð góðar fræðilegar forsendur fyrir því að mæla með þessu. Og það er ástæða þess að það tókust samningar við lyfjafyrirtækið Gilead sem að framleiðir bæði Harvoni og Epclusa að láta þetta lyf í té og þið vitið af því og þessu verkefni var hleypt af stokkunum opinberlega fyrir rétt rúmu ári síðan og það var ráðinn verkefnisstjóri til þessa verkefnis og heimasíða eins og þið sjáið hér sem á heimasíðu Landspítalans, gjaldfrjálst númer, netfang og stofnuð Facebook síða og sendur póstur til allra lækna á Íslandi og svo framvegis. Þannig að allir viti af þessum tiltekna möguleika og eins og ég sagði í byrjun að þá er þetta samstarfsverkefni margra aðila. Landspítala, Vox, landlæknir kemur að þessu, Gilead gefur lyfin, ríkisstjórnin samþykkti að setja auka peningi í þetta vegna þess að við vorum ekki einu sinni með tæki sem var nauðsynlegt til að meta fíbrósustig í lifur sem heitir fíbróskam og svo framvegis. Þannig að allt þetta þurfti að ganga upp til þess að verkefni gæti raungerst. Og það lítur svona út í stuttu máli. Við erum að tala hér 36 mánaða tímabil, 3 ára tímabil þar sem að lyfjafyrirtækið hefur fallist á að gefa okkur þessi lyf. Og það mun sennilega ekkert vera neitt mikið lengur en það. Ég held að við getum alveg gefið okkur það. En á þeim tíma sem við sjáum þá er hugmyndin að við erum að finna öll tilfelli sem eru þekkt, meðhöndla alla sem eru áður greindir en hafa ekki fengið meðferð eða ekki svarað henni. Við þurfum að fara út fyrir stofnanir. Við getum ekki hugsað bara eins og einhverjir smákóngari á göngudeildunum okkar að það verði bara allir að koma til okkar. Við þurfum að teygja okkur út í samfélagið og síðan þurfum við að vekja heilbrigðisstarfsfólk og almenning til vitundar það að það sé hægt að greina þetta og það sé hægt að lækna þennan sjúkdóm. Þetta mun taka 36 mánuði og síðan munum við fylgjast með nýgengi smits hér á landi eftir að þessu átaki lýkur. Vonandi væntanlega lýkur því svo sem aldrei en vonandi náum við þeim árangri að umfangið dregst verulega saman. Og þá munum við fylgjast með nýgengi skorpulifrar, nýgengi lifrarfrumukrabbameins og algengi smits meðal sprautufíkla. Og þetta frá þeim ánæglega degi þegar verkefni var tilkynnt og samningar voru undirritaðir. Þetta María Heimisdóttir og Kristján Þór og Páll og Sigurður og Þórður Tyrfings og það eins og ég sagði margir valinkunnir aðeins sem að koma að þessu. Og þeir sem eru lykil aðilar að svona verkefni hljóta að vera skjólstæðingar þess. Það eru þeir sem eru í virkri neyslu eða hafa einhvern tíman sprautað sig með fíkniefnum. Sumir hafa sprautað sig á tímabilinu og eru komnir á 60 eða 70 aldur og vita kannski ekki einu svona af þessu. Þannig að við þurfum að ná til allra sem að kunna hafa smitast og sérstaklega til þeirra sem eru mest smitandi. Það eru þeir sem eru í virkri neyslu. Og við þurfum að taka svolítið öðruvísi á þeim hópi. Við þurfum að veita þeim meiri stuðning, meiri hvatningu, það eru tíðari símtöl. Við þurfum að vera miklu sveigjanlegri á göngudeild. Við lendum í því að fólk mætir ekki að það mætir miklu seinna. Og við þurfum að endurtekið að færa til bókanir og það er bara til þess að ná þessu markmið. Við getum ekki krafist þess á þessum hópi að hann fari alfarið að okkar fyrirmælum og þá verðum við bara að mæta þeim þar sem þau eru. Komum við fyrir endursmit. Við höfum verið í samstarfi við Rauða krossinn og nota þá þessa hugmyndafræði skaðaminnkunar. Það sem er rekin nálaskiptaþjónusta, aðgengi að hreinum nálum og sprautubúnaði hefur verið bætt, ekki bara það, heldur í apótekum, veita þeim sem eru háðir fíkniefnum betri viðhaldsmeðferð, sem að mestu leyti stjórnað frá Vogi. Vandamálið hér það að eins og að Suboxone sem náttúrulega mest notað í viðhaldsmeðferð, að það fyrst og fremst lyf sem gagnast þeim sem eru háðir ópíótum, en neyslumynstur íslenskra fíkla meira yfir á örvandi efnum eins og við kannski vitum, Rítalín og amfetamín. Og síðan ekki síst það hraðgreiningar. Það komið fram próf sem hægt að nota bara á staðnum.
Við getum farið í gistiskýlið, við getum farið til í konukot og boðið fólki próf þar og fengið niðurstöðu þar. Og það gríðarlega mikilvægt, sérstaklega gagnvart þeim hópum sem að veigra sig við að koma á göngudeildir á spítalann. En það hins vegar algjört lykilatriði að við náum þessu fólki og getum hjálpað því. Þessi mynd síðan tekin á Litla-Hrauni síðastliðið sumar. Við höfum líka farið í fangelsin og það kemur í ljós að þess að á Litla-Hrauni þar létum við skima alla og þar algengi það bil 35% meðal fanga á hrauninu. Og við vitum það líka að það brögð af því að menn sé að nota fíkniefni þar. Og þannig að það getur verið algjör tímasprengja og við vitum að það hafa komið faraldrar innan veggja fangelsa erlendis og þekkt vandamál. Þannig að við höfum sett þennan hóp í ákveðin forgang, skima þá alla og boðum þeim upp á meðferð. Og þetta eftir góða vinnutörn þarna síðastliðið sumar þar sem við settum tölum við 20 fanga og á endanum voru þeir allir settir á meðferð og vel flestir eru læknaðir. Þetta Sigurður Ólafsson og þetta hún Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir sem dóttir hans Friðriks, kollega ykkar sem var hér lengi á ykkar spítala hér fyrir norðan. Og hún verkefnisstjóri og hefur haldið utan praktikina og tölfræðina og rekið þetta verkefni áfram af mjög miklum sóma og dugnaði. Ok, hver þá staðan? Ef við lítum á þá staðarind að nú eru 12 mánuðir liðnir frá því að verkefni hófst. Við erum stödd eins og hér. Og ég talaði það í byrjun að það væri talið að það væri 800 til 1000 manns með virka sýkingu hér á Íslandi. Ef við aðeins að setja stækkunarglerið á þetta, sjá hvernig staðan er. Hún svona. Þetta eru tölur sem við tókum saman bara út af þessum fyrirlestri, bara núna í þessari viku. Og ef við lítið á þessar stöðvar, þetta Landspítali Hringbraut, Fossvogi, SÁÁ eða Vogur, fangelsin og síðan alls þetta þessar helstu starfsstöðvar. Við höfum farið samt svolítið á milli. Þá sjáum við að við erum búin að tala við 566. Það grunnheimsókn, þar sem við höfum hitt viðkomandi, hann búin að fara í blóðpróf og við erum búin að gera allar rútínu mælingar, ræða meðferðarmöguleikana, fá undirritað samþykki og svo framvegis. 566 meðferðir hafin hjá rétt tæplega 500. Við erum komin yfir helming af því sem það áætlað. Ekki ábending fyrir meðferð í 13 tilvikum, það þá einstaklingar sem voru læknaðir, kannski meðan þeir voru á biðlistanum. 25 hafa hætt að meðferð sem alveg ótrúlega lágt. Á ýmsum ástæðum, konur eru ófrískar og svo framvegis. Þeir sem týndust, 37 bíða meðferðar og eins og staðan núna, þetta hefur allt riðlast, að þá það 369 sem hafa lokið meðferð og það mikilvægt að hafa það hugfast að þegar fólk lýkur meðferð að þá verkefninu ekki lokið. Við þurfum að fá fólk síðan aftur í blóðpröfu 12 vikum eftir að meðferð lauk og mæla þá aftur og ef veiran ekki greinanleg þá telst sjúklingur læknaður. Það það sem kallað SVR12, Sustained Virological Response 12. 12 vikum eftir að meðferð lauk veiran enn ekki greinanleg, sama sem lækning. Við getum gefið okkur það. Þannig að það eru 369 sem hafa lokið meðferð og SVR lokið hjá 276. Þannig að þið sjá að þetta á fleygiferð. Og ég get sagt það kannski hér að við vitum það líka að af þessum hópi að þá eru í kringum 37–38% sem að teljast vera í virkri neyslu. Það er að segja hafa sprautað sig með fíkniefnum í æð síðastliðna 6 mánuði frá því að viðtalið á sér stað, sem svona algengt viðmið í rannsóknum. Þannig að þetta ekki auðveldasti hópurinn. Við höfum ekki farið endilega bara í það að meðhandla alla sem það eru móttækilegastir fyrir meðferð. Þannig að í stuttri samantekt, ég held þetta sé síðasta glæran, og þá vil ég taka svo stórt upp í mig að segja að þetta sé ákveðin umbylting í nálgun þessa vanda. Við erum bara að reyna að meðhandla alla, eins og þið heyrið, með aukinni ákefð og aukinni þekjun meðferðar. Og markhópurinn, við snúum algjörlega dæminu við. Hópurinn sem var alltaf útilokaður hér áður fyrr,
sem að vel að merkja var samt sem áður svo hópur sem að var mest smitandi. Það eru þeir sem að við setjum í forgang. Við reynum líka að vinna með sjúklingunum að nýta tengslanet þeirra og fá þá til þess að hvetja sína félaga. Þetta getur stundum verið snúið. Fólk að hætta neyslu og það vill ekki hafa samband við gömlu neyslufélaga. Það getur vakið upp alls konar spurningar. En engu að síður, þá það mikilvægt að fólk viti af þessum möguleika. Við meðhöndlum án tillits til sjúkdómsstigs. Það var ákveðið dogma hér áður fyrr að menn bíða eftir því að sjúklingur sé komið með komplikasjónir, fíbrósu og alls konar veikindi. En við segjum auðvitað, til hvers að bíða eftir því að fólk veikist. Er ekki betra að meðhöndla fólk og losa við veiruna áður en það er svona veikt? Og þeir sem að smitast aftur er ekki settir út af sakramentinu. Þeir sem að detta úr meðferð, þeir eru ekki settir út af sakramentinu. Við bara segjum, ok, við bara reynum aftur. Og svo aftur. Og svo aftur. Við gefumst ekki upp. Við reynum að draga úr hindrunum. Meðferðin er ókeypis. Hún þolist vel eins og ég sagði áðan. Hún er styttri heldur en áður. Og markmiðið er að reyna að ná að meðhandla alla sem við náum til. Fyrir árslok 2018 og ég veit að það er metnaðarfullt. Við erum búin að meðhandla helming af þeim sem að við teljum að séu svona klárlega smitaðir. Eða eitthvað nálægt því, þetta er þetta pínlítið óljóst. Og þess vegna er mjög mikilvægt að allir læknar og heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað bæði meðferðarátakið og þessa möguleika sem við erum að bjóða upp á og að menn séu vakandi fyrir öllum vísbendingum lifrarbólgu C eða einhver fyrri saga hafa mjög lágan þröskuld að prófa, gera mótefnapróf. Og ef það einnig er jákvætt að vísa fólki þá til meðferðar. Mjög mikilvægt. Þannig að þessu sögðu þá held ég að ég sé bæði búið með tímann og spurningar. Takk Magnús fyrir góðan fyrirlestur og til hamingju með þetta frábæra verkefni. Þið verðið svo bara á hægri hringferðum inn í fyrirlestur næstu 20 árin. 6 doktorsreiðir gerum við verkefni. Þetta frábært. Spurningar? Hann Pétur var fyrst. Já, þakka þér góðan fyrirlestur og til hamingju með verkefnið. Ég tók ekki eftir, sagði þér eitthvað meðferðina. Þetta væntanlega injektsjónir og hversu margar á hverjum tíma. Já, ég biðst forláts að því að hafa þurft að sleppa svolítið því, en það er gott að þú spyrðum þetta. Meðferðin var einmitt þannig. Það voru injektsjónir, það voru aukaverkanir, það var interferón tímabilið. Interferón tímabilið er lokið og núna er meðferðin mjög einföld. Í flestum tilvikum ein tafla einu svona dag í 8 til 12 vikur. Punktur basta. Og meðferðar svörun er 95%. 95% í okkar gögnum hefur læknast af slíkri meðferð. Í nokkrum undantekningartilvikum hefur þurft að meðhöndla lengur og bæta við ríbavírinn töflum þá og fara upp í jafnvel 24 vikna meðferð. Það eru þá þeir sem eru komnir með skorpulifur og svona aðeins meira flækjustig. En holt og bolt, ég myndi segja 85% af þeir sem við erum að meðhöndla fá 8 til 12 vikna meðferð sem er einfaldlega ein tafla einu svona dag. Og meðferðin þolist mjög vel, aukaverkanir eru hverfandi, enginn af þeim sem ég hef meðhöndlað hefur þurft að hætta meðferð út af aukaverkunum. En það kom það í einn sinn hugsanlega 85%? Ég gerir ráð fyrir því að hann sé eitthvað nálægt því. Við spyrjum einmitt út í þetta og það er auðvitað alltaf einhver brögð á því að fólk missi úr einu og eina töflu. En sem betur fyrr eru þessi lyf það öflug að það virðist í fæstum tilvikum koma sök. Sem betur fyrr. Þannig að þetta er ekki eins og að meðferðin standi algjörlega falli með því að menn taki öll lyfin og veiran myndi annars ónæmi og það sé allt glatað. Það er ekki svoleiðis, sem betur fyrr. Þetta hraðpróf eða skyndipróf sem við hendur ekki sagt að hafa það við hendin til þess að ég var bráðmóttum og geta skýna. Jú, það er ágætis viðbót. Við erum rétt nýbúin að fá samþykki heilbrigðisyfirvalda hér á Íslandi fyrir notkun prófsins. Það er svolítið svona vesen að fá það allt saman samþykkt og viðurkennt. En þessi próf hafa hlotið samþykki alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar og er beinlínis mælt
með af hálfu þeirra stofnunar. Notagildið fyrst og fremst út í feltinu, þar sem að fólk hefur kannski ekki aðgang að svona hefðbundnum prófum, segjum til dæmis eins og í Frú Ragnheiði í sjúkrabílnum, þar sem að sprautufíklarnir koma til þess að fá nýja nálar, þeir vilja kannski ekki láta stinga sig, þeir vilja ekki láta taka sér blóð, en þá hægt að taka svona stungu bara í, eða blóðdropa eins og gert þegar við mælum blóðsykur og það nægjanlegt. Ef fólk komið inn á bráðamóttöku þá myndum við kannski almennt mæla með því að það sé bara gert hefðbundið HIV og lifrarbólgu C próf. Nema viðkomandi bara vilji alls ekki láta stinga sig, þá væri þetta hugsanleg viðbót við það. Nei, þannig að ef það einhverjir sem eru haldnir, ef það eru einstaklingar hérna sem að vilja ekki koma á spítalann eða vantreysta heilbrigðiskerfinu eða eru haldnir einhverjum kvíða eða þess háttar, þá alveg grá upplagt að nota þetta próf og fara bara til þeirra og gera prófið á staðnum. Það einn möguleiki og það eins og ég sagði, það það sem við erum að reyna að gera núna gagnvart þessum hópum fyrir summan. Já, takk Magnús. Ég var að heyra út í Bandaríkjunum hvað með mest Genome 1 og þessi lyf verka mjög vel á Genome 1 og Genome 3 var spurningmark með þessi lyf og við með Genome 3 hérna. Hefur þið búin að skoða hvað margir af þínu sjúklingum með type 3 hefur svarað á móti type 1 og hinn stuðspurning, hvenær kemur vaksín til að lækna þetta? Já, takk fyrir þetta. Þetta var smá höfuðverkur í byrjun vegna þess að Harvoni sem aðallyfið, eins og ég talaði það virkar einmitt eins og þú segir, það virkar ekki jafnvel á genotípu eða arfgerð 3 af veirunni og það ju meirihluti sjúklingar sem með þá arfgerð. Við létum það samt sem áður ekki stoppa okkur. Svörun í þeim hópi þó hún sé heldur lakari, þá hún samt sem áður tiltölulega góð og betri heldur með gömlu meðferðinni og með því að bæta við ríbavírinni hjá þeim þá var hægt að ná meðferðarsvörunni yfir 90%. Þannig að þeir sem voru með arfgerð 3 fengu Harvoni ásamt ríbavírinni og árangurinn af þeirri meðferð mjög góður og flestir þeirra kláruðu þá meðferð og læknuðust. Og síðan Velpatasvir sem sagt hérna nýja lyfið eða Epclusa. Það lyf sem talið vera pan-genotypic. Það virkar jafnvel á genotypu 1 og 3. Þannig að nú þurfum við ekki lengur að nota ríbavíri. Nú gefum við bara öllum Epclusa, þannig að meðferðin hefur einfaldast. Við vorum með tiltölulega flóknar meðferðarleiðbeiningar þegar við byrjuðum, en núna eru meðferðarleiðbeiningarnar mjög einfaldast. Það bara Epclusa á línuna, má segja, með örfáum undantekningum. Og vaksín? Vaksín, við vorum öll að það komi í nálari framtíð en það engar vísbendingar að það sé alveg að fara að gerast. En auðvitað væri það svona heilaga gral í þessum fræðum og miklu einfaldara sjálfsögðu. Sigurður Alberts. Já, þakka fyrir mjög fræðandi og góðan fyrirlestur og óskum til hamingju með þetta. Þú ert nægilega búin að svara spurningum sem ég ætla að spyrja þig. Sigurður Heiðberg spurði hérna skyndiprófið. En nú það ekki verið að spyrja annað sem sló mig hérna í heilni slæðinu sem þú nefndir þess að við algengi sjúkdómsins. Þegar þú byrtir kortlegunni yfir landið, bara sláandi mun bara yfir landamæri, aðlægra landa, hvort þetta mjög algengt eða ekki. Þannig þið skýring á því, þú til dæmis bara Egyptaland og aðlægra lönd eða Indland og Pakistan sæðið á það. Það bara rautt og grænt. Þetta vangreint í hinum löndunum eða þetta raunverulega svona? Það náttúrulega hægt að segja að gæði gagna frá þessum löndum geta verið misjöfn, en hvað snertir Egyptaland, að þá alveg klárt mál að Egyptaland sá staður á jörðinni þar sem að algengið hvað hæst og það hafa verið skrifaðar ýmsar greinar það og teóríur settar fram það hvers vegna það sé raunverulega svo og sú teóría sem hefur svona kannski þótt trúverðugust tengist að bólusetningum sem að því miður fóru ekki fram með nægilega faglegum hætti þar sem að menn voru að endurnota nálar frá einum sjúklingi til annars.
og það var til þess að þarna var bara verulega sko hraður og umfangsmikill faraldur vegna þess að menn voru að nota sem sagt óhreinar nálar í bólusetningu. Fyrir Sisters of Mercy. Fyrir Sisters of Mercy. Þetta eru fyrirlöfum skemmtilegt. Það er spurningar sem er skaðaminnkandi með úrræði. Talaðu þarna það sem þú ætti verið að gera með að dreifa nálum og svoleiðis. Eru þessi úrræði að hjálpa eða minnka líknar á nýjum smittum og hver afstaða slys á Raforku í Reykjavík varðandi þessum hópum? Það er fólk sem kemur á fyrstu að þetta nálar og spurt. Já, varðandi fyrir spurninguna þá telja menn sig hafa nokkuð góð rök og gögn í höndunum sem að sýni að aðferðafræði skaðaminnkunar skilar árangri. Það er svona hægt að held ég að segja það almennt séð, að reyna að nálgast vandamálið eins og það er í alvörunni og ekki að berja höfðinu við steininn. Framkvæmd eða útfærslan á skaðaminnkun er auðvitað misjöfn eftir löndum. Það hefur ekki verið gerð nein beinlínis úttekt á þessu, hvað varðar Frú Ragnheiði sérstaklega önnur heldur en sú að við birtum grein í Læknablaðinu fyrir nokkrum árum síðan þar sem við reyndum að meta mögulegan ávinning af því að nota þessa aðferð. Þar sem að við töldum okkur sýna fram á það að þetta væri kostnaðarhagkvæm aðgerð eða íhlutun og myndi spara þjóðfélaginu verulegar fjárhæðir. Vegna þess að meðferð við HIV er náttúrulega bæði mjög dýr og hún er ævilöng og það þarf ekki að koma í veg fyrir mörg smitt til þess að svona aðgerð borgi sig. Vegna þess að aðgerðin sjálf er tiltölulega ódýr en afleiðingar þess að gera ekki neitt eru mjög kostnaðarsamar. Og seinni spurningin er varðandi slys og bráðalækna. Við höfum verið að mælast til þess að sjúklingar sem eru í virkri neyslu að þeim verði boðið upp á það að þeir geti tekið með sér nálar og áhöld þegar þeir koma á bráðamóttökuna, þannig að við séum ekki að standa í vegi fyrir því til þess einmitt nákvæmlega að þeir sé ekki að deila nálum. Það hefur verið lagt fram fyrir framkvæmdastjóra lækninga á spítalanum. Það er eiginlega staðan akkúrat í augnablikinu en ég reikna með að menn nálgist það bara með jákvæðu hugarfari. Ég er að starfstakir í spyrir að ég þess að vera vangavertu eins og hérna. Og við fengum þessu að þetta sé ekki gert, bara til öryggis starfsmanna vegna. Og það er svona alltaf spegið en þess kom eiginlega mest núna var að sem sé segja miða í andrinu þar sem að þessu fólki er bent á að starfsfólki sjúkrahússins sé óheimilt að afhenda sér skuld. Finnst þetta umhugsunarvert svo ekki við þess? Já, nei, ég held að þetta sem þú ert að segja endurspeglar auðvitað bara aðferðafræði fortíðarinnar og ég reikna með að eftir því sem að menn hugsa þetta mál aðeins betur og líta bara á hinnar bláköldu staðreyndir og þetta gildir að sjálfsögðu líka fangelsi, ef það er virk neysla í gangi í fangelsi að þá þetta segir það sig sjálft að ef fangarnir eru með nálar og eru að sprauta sig og eru að deila nálunum þá getur það varla haldið sem röksemd að segja að nei, við getum ekki leyft þeim að fá nálar vegna þess að þeir ætla að opna starfsfólkinu með þeim. Meðan þeir eru með þær, hvað sem er, og þær eru að ganga manna á milli, þannig að ef þeir eru með einhverja slíka nál sem þeir eru að nota sem vopn, þá eru ennþá meiri líkur að þú séu smitandi heldur en ef þú væri með hreinan nálar. Þannig að þetta er bara umræða sem við höfum eftir að fara aðeins í gegnum, en ég reikna með að við munum þokast áfram í rétt átt. Já, takk fyrir Magnús, þetta er mjög til hamingju, þetta er vel framsett. Það er þetta með algengið, nú er þetta áætlanir, ég veit ekki nákvæmlega hversu nákvæmlega þar eru, þið segist vera búin með 500 og þú segir það er helmingurinn. Gerið ykkur grein fyrir þegar við komum þetta langt? Eru þið með réttar tölur í algengi varðandi áætlunum algengi eða eru það að komast að raunum einhverju öðru heldur þið áætlunum varðandi algengi á Íslandi og það má náttúrulega draga ályktun af því fyrir allan heimilsal. Getur áætlað það eitthvað hvort þetta er rétt að sé þetta algengi? Þetta er alltaf bara lykilspurning vegna þess að
að ef við leitum alltaf á vitlausum stöðum, þá náttúrulega finnum við ekki það sem við erum að leita að. Og það það sem að hefur kannski háð mörgum svona verkefnum, sérstaklega í þjóðfélögum þar sem að menn eru haldnir miklum fordómum gagnvart þessum jaðarhópum. Þá hafa þeir bara verið að skima, þú veist, heilbrigt ungt fólk sem að fara að gifta sig. Eða fólk sem að fara í einhverja minniháttar skurðaðgerðir og bara algjörlega low risk og þú finnir náttúrulega ekkert HIV eða lifrarbólgu C í þeim hópi nema í einum af hverjum 10.000 eða eitthvað svoleiðis. Bara mjög óhagkvæm nýting á heilbrigðisresursum að gera það svoleiðis. En ef þú ferð hins vegar til þeirra hópa sem eru útsettastir, fíkniefnaneytendur, þeir sem að nota kannski ekki verjur, karlmenn sem hafa kynmök við aðra karlmenn og af þess að nota verjur og svo framvegis, þetta eru hópar þar sem að hættan meiri, að þá kemur auðvitað hið sanna í ljós og með því að gera slíkar svona zero prevalence stúdíur, þess að þú ferð inn í hópinn og prófar einhvern lítinn hluta hans, þá færðu betri hugmynd útbreiðsluna. Og ég tel að við séum, við höfum giskað á það að hlutfall vangreindra hér á Íslandi sé kringum 20%. Það sé 20% sem að eru smitaðir og vita ekki af því og við vitum ekki af því. En það ekki til nein almennileg tölfræði líkön til þess að svara spurningunni. Besta nálgunin fólkin í þessu að fara inn í hópana og gera svona zero prevalence stúdíur í einstökum undirhópum. En ég get sagt það að á síðasta ári þá greindum við talsvert fleiri með lifrarbólgu C heldur en árin áður og ég held að tengist bara verkefninu. Við erum farin að prófa meira og við erum að hvetja lækna til þess að hafa lágan þröskuld að senda í próf og ég vona að það sé bara góður fyrirboði að við munum þá ná að hjálpa þeim einstaklingum og vinda ofan þessu. Ég held að mér svona það sem vinna og sjálfum þetta kannski, það einn þriðja verkefnið búið. Hvaða netverk eru þið með fyrir utan Reykjavík og Litla-Hraun? Og ég verið í leyfi í nokkra mánuði en ég hef í sumar, þetta fólk bara að hringja suður og klukka sér flugfar. Hvaða netverk eru þið með hér, hvaða netverk eru þið á Vestfjörðum og Austfjörðum þess að taka þá sem ekki eru svo hamingjusamir að búa þarna á Suðvesturhorninu? Já, ég ekki með kannski tölfræði sem að sýnir svona fjölda eftir landsvæðum, en ég get þó sagt það að við höfum meðhandlað allmarga héðan nú þegar. En þið eru ekki með lokal stöð? Við erum ekki með lokal stöð, en það sem við höfum gert að við höfum bara komið á staðinn og tekið bara fólk inn og ég held að það komi bara fyllilega til greina. Við fyrstum þá að vinna með ykkur hér, að reyna bara að ná utan þann hóp og reyna að fá hann inn á einhverjum tiltekins tímaramma og við vorum að fá svona mobile fibroscan eða færanlegt fibroscan sem að gera okkur kleift að bara að skanna lifrina bara á staðnum og bara hvar sem við getum bara gert það í fangelsinu eða niður í bæ, kringlunni þess vegna og þannig að það gerir það verkum vonandi að við getum bara gert þetta þar sem að þörfin brýnust á þess að einhverjar praktískar hindranir eins og flug og annað sé. Við verðum með þetta núna við getum talað um þetta að kynna að koma heim en þarna þakka ég kenna fyrir